Norrlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Edda, þú leikur Lofstar í Lofstar. Hvernig er það? Það geggjað. Þetta var algjör draumur svona seinasta árið að fá að leika stórt hlutverk. Datt þér þetta í hug þegar þú fórst í prufurnar? Nei, algjörlega ekki. Ég var veik þegar ég fór í prufurnar og var svona svolítið lítil í mér. Þannig að þegar ég fekk símtalið frá Einari leikstjóra að ég fengi þetta hlutverk þá ég öskraði mikið í símann, sagði mér eftir á. Ég tók ekki alveg eftir því en ég var alveg bara yfir mig hrifin og spennt, bara mestu leyti mjög spennt. Hefurðu verið eitthvað í leiklist áður? Ég fór á svona leiklistanámskeið í Borgarleikhúsinu þegar ég var yngri sem ég fannst mjög gaman og þá svona kynntist ég leiklistinni og fekk áhuga. En annars ekki, ég komst inn í leikriti í fyrsta bekk og hef verið síðan og bara, já, verið í fyrsta, öðrum og þriðja og núna senasta í fjórða bekk. Framtíðin í leiklist, hvernig lítur hún út? Ég held ég læri ekki leikaran en leiklistin í MA hefur kennt mér mjög mikið um framkomu og framkoma er mjög mikill partur af mér. Þannig ég mun klárlega að nýta mér það í hvaða starf sem ég fer í. Geturðu sagt okkur aðeins frá sýningunni Lofstar? Já, þetta eru svona tvær sögur sem að fletta saman. Annars vegar Indri og Sigríður sem er ástarsaga og þau þarfnast bara ástarinnar og síðan er það hins vegar Lofstar. Og þar er akkurat öfugt, þar er svona smá græðgi og ég er svona fangi minna eigin hugmynda. Og ég er með mjög mikla sköpunarhæfileika og vill gera mikið til þess að heimurinn verði betri. En það fer aðeins úr böndunum og ég er aðeins meira í endan en ég áttaði mig á. Og það kemur ljós fyrir fólk sem fer á sýninguna. Hvað er þetta búið að taka langan tíma? Þetta voru 6 vikur, held ég sé rétt, já. 6 vikur. Ertu eitthvað búin að vera að mæta í tíma á meðan? Já, þetta er búið að vera svona ákveðin áskorun að finna saman skólan og síðan leiklistina en þetta tekst alltaf þannig að skólinn er mjög svona reynir að koma móts við okkur sem er í leiklistafélaginu þannig að þetta hefnast alveg. Hvernig er að ganga skólans núna sem Lofstar? Það er bara mjög gaman. Það er svona svolítið skrítið að sjá plaggutinn þegar í markasteiminu tókst alveg að sitja þau út um allan bæ þannig að það er frekar skrítið en annars bara mjög skemmtilegt. Nú segir að þú sést svolítið frábrugðin persóna. Já. Hvernig gengur þá að koma sér í hennan karakter? Einhver sem er allt öðruvísi? Já, ég fannst það einmitt að skemmtilegasta við hlutverkið var hvað hún er mjög alvarleg og ég hef í svona fyrsta, öðrum og þriðja hef ég leikið svona, fyndnu típuna í leikritum og svona, já, svona sem voru fyndin og skemmtileg. Þannig að þetta var svona mjög krefjandi verkefni sem er mjög skemmtilegt fyrir seinast árið, svona kynnast annarri hlið á leiklistinni, að líka þurfa að leika þessa alvarlegu típuna og það sem salurinn hlæri ekki heldur er svona, já, horfir bara. Það er alveg svolítið skrítið að vera að leika og salurinn hlæri ekki en það er líka mjög skemmtilegt. Ákvörðunin að setja upp Lofstar sem nú ekki verið sýnd oft og dramatísk sýning, Já. Hvernig kom hún til? Sko, þau hérna í stjórninni bara gerðu það í samræmi við Einar leikstjóra. Hann var sem sagt ráðinn og þau ákveðu síðan leikverkið út frá honum. En þau dáðust að bókinni. Þetta er náttúrulega frábær bók sem var tilnefnd til bókmenntaverðlauna. Og hún á svo við svona hluta til við nútímann í dag. Ég held að það hafi verið, við gátum svona unni með það. En þetta er mjög einmitt dramatísk bók og alvarleg en virkilega góð. En við svona breyttum henni smá og gerðum sem sagt aukaleikarana Rögnu og Hildigunni og fleiri í leikritinu. Svona ýttum aðeins upp og gerðum þá fyndnari þannig að sýningin væri ekki bara alvarleg heldur alvarleg og fyndin þegar skiptir máli að blanda þessu tvennu saman fyrir áhörfundur svo það hafi athygli allan tíman. Myndu segja að myndi skipta máli fyrir nemendur í MA á ykkar aldri núna að koma að sjá þessa sýningu og sjá boðskapinn sem í henni felst? Já, klárlega. Það er mjög mikið hægt að læra af þessari sýningu og líka bara fyrir nemendur að sjá að það er mikið hægt að gera annað en bara sinna náminu. Það er líka hægt að stunda félagslíf
og við náðum að setja upp svona stóra sýningu á 6 vikum, þannig að það er algjörlega hægt að gera margt annað en að bara læra heima, sem er mjög mikilvægt. Jæja, núna erum við að lappin á sviðið á sýningunni ykkar Lofstar. Hvernig var tilfinningin að sýna hérna frumsýningunni fyrir framan fullan sal? Ég var með fiðrildi í maganum, mjög mikil, en leið og fyrsta sem var búin að róast það niður og var bara skemmtilegt. Var það eitthvað svipað á þér? Já, en ég bara einhvern veginn fann svo mikið fyrir því gegnum alla sýningunum hvað var mikið orka að koma úr salnum, þannig að svona flutningin var alltaf öðruvísi hjá bara eiginlega öllum. Var þetta fyrsta leiksýningin ykkar? Nei, ég er búin að vera í leikhúsi síðan ég var í 7. bekk og 4 ár með þessu leikfélagi. Ég er búin að taka þátt í nokkrum uppsýningum hjá LA, til og með Skullahliðina og núna og Júníu, og líka nokkrum í Freyðungsleikhúsinu, þannig að nei, þetta er ekki fyrst skipti sem ég tek þátt í leikhúsi. Af hverju leiklist? Sko, ég fór í leiklist aðalega því að ég sá að fylgdi söngur, ég vildi læra bara söng, en svo var þetta bara svo skemmtilegt fólk og opið. Ég veit það ekki alveg, ég bara prófaði það og þú veist, þegar maður byrjaði þá getur maður bara ekki hætt. Þetta er bara svo gaman. Hvernig var stemmingin í hópnum eftir frumsýninguna? Það var mikil stemming, það er alltaf frumsýningapartí eftir frumsýninguna, þannig að það var mikil stemmari þar. Og margir voru í spennufalli þannig að voru alveg tár hjá mörgum, en bara mjög svona glaðlegt tár. Já, ég var hágreinandi eftir sýninguna, ég bara steig út og ég bara, já, það er bara flötuði. En já, þetta var bara svo merkilegt, bara allt í einu er þetta bara búið og þetta er bara það sem við erum búin að vinna aðeins bara síðustu 2 mánuðina og þá er þetta bara einhvern veginn komið og þetta er þarna og þetta er til og þetta var alveg mögnuð tilfinning. En karakterinn ykkar, höfðu þið eitthvað að segja hvernig þið sköpuðu hann? Sko, það var náttúrulega í bókinni svolítið fast hvernig þið voru. Allavega minn karakter er frekar svipar eins og í bókinni, bara svona alltaf venjuleg góð stelpa. Það Indriði hafi meira svona breyst tekið hans. Já, svolítið mikið sko. Karakterinn breyttist mjög mikið frá því í bókinni eftir að það var bara sko einlega í fyrsta setningin í bókinni er alveg mjög frábrugðinn karakterinn, eða svona fyrst það sem lýsir honum er mjög frábrugðið honum í leikritinu. Þannig að jú, við bara í rauninni sköpuðum hann eiginlega alveg upp á nýtt með bara svona einhverja grundvallar svona hugmynd hann eða þannig. Hvernig svo bæði það að setja sig í karakter og svo að kúpla sig út og vera maður sjálfur í skólanum eftir svona sýningu? Já, það er mjög pínu skrítið sérstaklega í svona dramatísku serinum að því ég myndi ekki segja að ég væri mjög dramatísk manneskja. Alltaf eftir það finnst mér fólk pínu svona eins og þú veist að klappa mér á baki svona eins og sé alltaf gákvort sé í lagi með mig. En það er auðvitað allt í lagi. Er leiklist eitthvað sem þið sjáuð fyrir ykkur þið muni halda áfram að gera? Já, ég veit ekki, ég held ég mun ekki læra það en ég mun allavega alltaf vera í einhverju svona áhuga leikhúsi, bara svona til gamans. Já, ég held það líka, ég mun ekki, ég veit ekki hvort þetta sé sko lífsleiðin en ég held að alveg eitthvað sem ég mun gera út menntaskólann og jafnvel eitthvað í framtíðinni. Hvernig er að ganga skólans núna eftir frumsýninguna? Eru þið stjörnur dagsins, jafnvel vikunar? Það er stundu sko komið bara á ganginn bara, oh my god, ert þú ekki Indriði í LMA? Ég bara, jú, nei, það gerist ekki. Þetta er svona frekar venjulegt, það er kannski ég sjálfur sem er meiri stæl en aðri. Sko, ég hef ekki fengið neitt frá nemendum en í gær það kom Guðjón tölvukennari inn í stofu hjá okkur og sagði bara á mig líður eiginlega bara óþægilega gegnum svona, kringu svona mikið að celebs. En það er kennari og hann á að segja eitthvað svona gott. Já, það eru aðalega kennarar, ekki mikið viðbrögð frá nemendum, nema bara nánustu vinum sem að koma kannski á frumsýningu. En út á götu? Eru mamma og pappi að fá mikið í vinnunni komment eftir sýninguna? Nei, ekki svo ég viti, ekki ennþá. Það kannski kemur? Já, vonandi. Bíðum spennt. Þú sefur vænir flæða inn til okkar, út í geiminn þú varst okkar. Allur heimur þráir nýjan, allur heimur þráir nýjan, allur heimur þráir nýjan. Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.